Já, hvernig ætli sé háttað menningar og listalífi svona plássi? Skyldu allir menn hafa tækifæri á að njóta fagurra lista og menningar? Er sjávarþorpið og lífið í því raunverulega eins og þessar myndir sína? Í útjaðri þorpsins þar sem hraunsjórinn mætir byggðinni stendur félagsheimili. Mikil bygging úr steinsteyp og gleri. Þetta hús hefur kostað milljónatugi. Þó aðeins rúmlega helmingur risinn. Leikhús og bíóálma ennþá bara til á teikningunni. Hér áður var notast við gamalt kvenfélagshús fyrir samkundur og skemmtanir. Grindavík í fréttum núna, það hefur verið það lengi, en nú ætlum við að ræða Grindavík kannski frá svona öðru sjónarhorni, þannig að á þarnæsta sunnudag, á Pálmasunnudag, þá ég held að sé kallað Bíótek sem kvikmyndasafnið með í Bíó Paradís, að þá verður sýnd sögufræg heimildamynd sem heitir Fiskur undir steini og fjallaði Grindavík á sínum tíma og vakti, ég myndi segja bara úlfúð í samfélaginu. Þetta var 1974, ég var 13 ára og mér finnst ég bara muna eftir þessu eins og það hefði gerst í gær. Það voru auka þættir í sjónvarpinu minni til þess að ræða það hvað verið hæft í þessum árásum kvikmyndagerðarmanna á Grindavík. Og hingað eru komnir kvikmyndagerðarmennirnir. Það eru Þorsteinn Jónsson, leikstjóri, og Ólafur Haukur Símonarson. Hvað varst þú titlaður í myndinni? Það er ekki að vera höfundur að heimildamynd eða? Ég hef ekki hugmynd, það man það ekki. Við unnum þetta bara saman. Já, þetta er myndin ykkar. Óli hélt á hljóðnemanum og ég hélt á myndavélum. En er þetta ekki rétt sem ég er að segja að það varð eiginlega allt vitlaust við sýningu þessar myndar? Það er eiginlega hægt að segja að það hafi orðið menningarbylting kjölfarið á myndinni. Nú? Og við vorum að vekja athygli á því að það væru mannréttindi að njóta menningar og hafa aðgang að henni, og förum þarna og ætlum að lýsa því og komumst að því að þetta eru vinnubúðir. Þetta voru vinnubúðir, fyrst og fremst. Svona verbúð. Já. Og við í byrjun myndarinnar þá stendur skýrt og skorinort að þetta sé ekki mynd Grindavík, heldur sjávarpláss á Íslandi á þeim tíma. Og þá fara allir að stað að sýna þessi menningarpláss, öll þorp og bæir út all land fara að stað að setja upp leiksýningar og halda málverkasýningar og ég veit ekki hvað. Og umræðan gekk í heilt ár. Ja, myndir hafi valdið menningarbyltingu í þeim skilningi að það var verið að fara að ýta undir menningu í sjávarplássunum. Já. Já, ég held að mér nú fullir að þetta var svolítil áminning það að eins og allir vita að lífið var ekki bara snúst fisk og einhverju fiski tengt það er margt annað sem að setur lit á tilveruna, en það var svona, ég held að þetta hafi verið svona frekar erfitt tímabil þarna í Grindavík á þessum tíma annars ég geti svo sem hafi nokkuð gögn sérstökum það, en það er enga síður ljóst að þarna var eitthvað deyfða tímabil. Það hafði verið þarna
og talsvert af listamönnum, þjóðþekktum síðar listamönnum sem komu til Grindavíkur sérstaklega í kjölfarið því að Kaldalón, læknir, hann var þegar Grindvíkingar skutu yfir hann skjólshúsi þegar að honum var eiginlega meinað að taka við héraðslæknisembættinu í Keflavík eins og tilstóð þegar að Jóns frá Hriflu skipaði hann héraðslækni og þá skutu Grindvíkingar yfir hann skjólshúsi og það var byggt yfir hann hús og allt það og hann var náttúrulega þegar var þá orðin þjóðþekktur sem tónsmiður og og það síðan í kjölfarið á því streymdu til hans náttúrulega gestir en þeir voru bara gestir þarna en þá eruðu til þarna menningaverðmæti bæði sem að við þekkjum í dag þarna voru þjóðþekktir síðar myndlistamenn Gunnlaugur Skeving og Þorvaldur og fleiri sem komu þarna og Halldór Laxness kom þarna í heimsókn til Kaldalóns og náttúrulega fleiri en svo líður tíminn og Kaldalóns náttúrulega fellur frá og þá tók svona svolítið fyrir þetta rennir í listamanna til Grindavíkur en þú veist hvert einasta pláss á Íslandi á sér þetta sína listamenn en við náttúrulega rákum okkur það að þetta var svona freka döft á þessum tíma og bókasafni var til dæmis lokað og hafði ekki verið sýningar þarna mjög lengi af neinu tagi og það einasta sem að gerðist í félagsheimilinu sem var risið þá festi stórt og glæsilegt hús, það voru svona skröllum helgar stundum ekki og við vorum svona svolítið að fjalla þetta þarna væri greinilega fullt af peningum í þessu plássi og það væri eflaust að gera eitthvað skemmtilegra. Þetta var líka á því, mélið þarna að það var ekki byrjað að malbika götur á Suðurnesjum og í plássunum. Þetta var ein forar vilpa allar götur í Sandgerði, Keflavík og svona. Þetta var úaðar ráslagalegt. Þorsteinn, þú segir að þið hafi viljað að segja ykkur að sögu og tekið Grindavík sem dæmi, þannig að þið farið þarna ungir menn með svona tilgátu það að í þessum plássum sé ekki mikil menning heldur sé þetta fyrst og fremst vinnubúðir eða fólk vinna ég og sofa eins og eitthvað með það sagt Já, það er nú ekki rétt að við höfum verið með tilgátu upphaflega hugmyndin var að fjalla almennt menningar neyslu og við komum saman og töluðum svolítið það hvernig við ættum að taka á þessu máli hvað væri menningarneysla, það var mikið talað þetta á Norðurlöndum og niðurstaðan var svo að við fórum í rannsóknarferð til Grindavíkur til að bara athuga hvernig var háttað menningarneyslu á svona dæmigerðum útgerðarbæ á Íslandi. Við fórum náttúrulega þangað vegna þess að það var styst. Það var engin peningar til að gera þessa mynd. Þetta var bara gert á svona amatörtæki og einfaldasta máta og sjónvarpið lét ekkert í þetta nema borgaði okkur kaup í, var ekki 2 mánuði. Þannig þetta framleitt af sjónvarpinu? Það svona umdeilanlegt hver framleiti. Þeir borguðu þetta kaup og sköffuðu aðstöðu fyrir klippingu og hljóðsetningu. Aðvíðandi fólk í plássum fyrr og síðar það kemur inn í þorp eða borg og þetta sjá viðkomandi svona ákveðið yfirborð en það getur verið með ýmsu móti og okkar aðferð var svo að við höfðum þarna sögumann mann sem kemur bara með rútunni og gengur þorpið og skoða sig og myndin eiginlega segir frá því hvað hann sér. Það túristi í Grindavík. Já, hvað hann heyrir og akkur bókasafnið lokað, akkur ekki að gerast í þessu stóra, flotta félagsheimili og einhver að spila hljóðfæri svona opinberlega og fleiri þeim dúr því að það verður fullt af peningum menn eru að byggja dýr og mikil hús og þá fræg setning í myndinni skildi vera ég man ekki nákvæmlega hljóðan orðana en skildi vera hamingjusamt
ástarlíf og bak við svona dýra útihurð. Það var eitthvað í þeim dúr. Þetta fór náttúrulega alveg kolskakt í Grindvíkinga. En þetta mörguleiti þetta merkilegu tími, 74, þarna skuttogarabyltingin sem verður í tíð vinstristjórnar 71 til 74, að það keyptur skuttogarar hringir í kringum landið, það uppbygging í sjávarútvegi á þessum áratug, 80 áratugum, að þá ekki fólksfækkun á landsbyggðinni miðað við höfuðborgarsvæðið, eina skipti bara á 20. öldinni. Af því að fólk var að flykkjast út og þú ert að nefna dýr hús og við þekkjum þetta í sjávarbyggðunum, það oft svona aðeins ofar í byggðunum, að þá eru mjög stór einbýlishús sem eru byggð upp á þessu góðæri sem að var á þessum tíma í sjávarbyggðunum. Voru þið þá einhvern veginn að hluta til að fjalla það að í þessu góðæri að það væri kannski svona svolítið innihaldslaus uppbygging? Það vantaði eitthvað að þetta var... Það náttúrulega stór fullýting sko að líf annara sé innihaldslaust sko. Ég myndi aldrei treysta mér í slíka fullýtingu en það sko á þessu tímabili eins og Steini sagði sko, þá komið til sögunar þetta hugtak menningarneysla. Hvernig vegur menningin og menningariðkun og sem hluti af daglegu lífi. Og það eitthvað sem í boði, sem bara litið á þessum part af eðlu samfélagi að það sé menningarlíf í gangi. Og eru menn tilbúnir að leggja peninga í menningarlíf. Og það kraftaverk gerðist eftir þessa mynd sem var nú alræmd eins og þið segið, sko. Að þeir Grindvíkingar, sko, þeim rann blóðið til skyldunar og þeir gerðu talsvert mikið átak í sambandi við þessi efni. Bæði að prikka bæinn sinn og þetta voru svolítið tímamót þannig og ég ekki að segja að þetta sé allt okkur að þakka en sumt. Já, það ekki alltaf lagi að vera svolítið stoltur á því en auðvitað var þetta sko, það fannst mörgum að þetta væri svona högg fyrir niðan beltistað sko. Ég fann það þegar jarðhræringarnar byrjuðu í kringu Grindavík að þá töluðu við mikið við Grindvíkinga hérna og eitt skipti fékk ég svona sagnamenn til þess að segja mig bara frá Grindavík af því að það var alltaf Grindavík í fréttunum að vita hvað þessi Grindavík eins og maður sé bara að kynna persónu og fékk meðal annars hann Aðalgeir, Alla Netamann sem að rak veitingastað þarna sem að þeir enda seldu svo og var líka búið til sjálfstæð heimildamyndum. Ég fann það í hans frásögn hvað þessi mynd raunverulega stór þáttur að þó að hann væri kannski ekki að fjalla myndina, hann hafnaði henni, hann sagði að það hefði alltaf verið mikil menning í Grindavík sem að þessir ungu menn sem að koma að gera myndina hefðu ekki séð eða fundið. En ég fann það í frásögn hans að hann var að ávarpa myndina. Já. Það var staðan sem að þú ert að segja frá Grindavík að þá var svona kafla í sögunni, þá snýrðir að myndinni og ert að andmælinni. Þannig að það rosalega sem að þessi mynd sterk í bara sögu Grindavíkur. Þannig að En það eitt í sambandi við þessa mynd að hún sker sig úr í þeim myndar sem voru gerðar á þessu tímabili. Já. Sko, sjónvarpið það sendi fréttamenn og þáttagerðamenn út á land og það voru viðtöl við bæjarstjóra og það var talað um Malbik og það var talað um afrek bæjarstjórnarinnar og svo kemur allt í hennu þessi mynd og hún bara gerð eins og kvikmynd eins og sem sagt myndirna tala hvað að sjá hérna í þessum bæ. Og sjónarhornin lækkaði niður á svona venjulegan mann. Nákvæmlega. Og þá kemur þetta í ljós. Og það kannski hvort sem það var fyrirfram ákveðið ekki að þá einhvern veginn okkar afstaða þessi að bara vera opnir fyrir því sem að gerast. Hvað fólk að gera hér? Hvað okkur sýnt hér? En hvers vegna ættu við að hlusta á það að kæmi ykkur drengir þarna úr 101 í Reykjavík að segja okkur hvernig lífið okkar þetta vera? Já, það þetta engin ástæða til þess. Það held ég að við svolítið ráðið, svolítið viðbrögðum. Hverjir eru þið? Það annað sem gerist líka, það Morgunblaðið sérstaklega og svona einhver
hópur í kringum útgerðamenn taka málið upp og ráðast með offorsi á myndina og níða okkur niður í löngum greinum og viðtölum og það þetta æsir upp líka. Þannig eru bara vondir menn á ferðinni sem eru að reyna að bara draga í Grindvíkinga og alla landsmenn niður í svaðið. Eins og oft gert og ég var að vísa til að það verið að vefengja sögumanninn. Það sé eitthvað, hann með annarlega hagsmunni eða hann bara sérfræðingur á sunnan. Já. En þið hafið þið búið eitthvað í sjávarþorpum? Já. Þú ert alveg upp í Vesturbænum eins og frækt Ég náttúrulega, ég var hluta æskunnar í Vestmannaeyjum og þekki mjög vel til á Snæfellsnesi í sjávarplássunum þar. Búið á Hellnum eða ekki? Já, og mitt fólk hefur verið í útgerði í sjómennsku í gegnum tíðina, þannig ég þekki þennan veruleika mjög vel, sko. En en stundum líka bara allt í lagi að hnippa dálítið hressilega í fólk og og þetta að þú ert ekki að segja sannleikann, þá meinar fólk náttúrulega sannleikann sem að það búið að búa til sjálft og það vill að fólk sjái þá sjálfsmynd sem það hefur búið til en svona utan að komandi eins og í þessari mynd maður sem kemur bara með rútunni og að leita að einhverju. Þetta er ekki sagnfræðileg úttekt, þetta er ekki tölfræðileg úttekt á hvað menn lesa margar bækur eða neitt svoleiðis, sko. Þetta er svona þessi impressjón sem aðvífandi maður fær. Og klassísk leið og að sömuleyti þetta svona klassísk heimildamynd minnir mann svolítið á svona sem var verið að gera í BBC svona kannski nokkrum árum á undan. Maður eftir svona myndum velska námubæi og fleira. Það var svona raunsæis sveifla sem að kemur þarna á 7. áratugnum og næra fram á þennan tíma. En við hefum ekki margar svona myndir. Nei. Og það var synd að þessu var ekki haldið áfram. Við vorum þarna, gerðum var ekki 5 myndir? Jú. Sem að voru allar svolítið svona sprengjefni og koma að stað umræðum allt mögulegt, eins og myndina unga fólki í Skunkinum svo kallaði, Hveragerði. Ein var Öskukall, Pétur Sveinfjörð. Skunkinu sem var svona komúna. Komúna, já. Einum Öskukall. Öskukall, Pétur Sveinfjörð sem að vann í Öskunni og eftir þegar hann fekk útborgað fór hann og keypti eina flösku og eina bók. Og lærði og las allt sem hann náði sósíalisma og félagshyggju og síðan voru þannig myndir svona algengustu myndlist þess tíma, rammagerðar myndir svo kallar, fórum að töluðum við iðnaðarmenn það og ég man ekki hvað hann hét. Síðan var daglegt brauð iðnverkakonur og þá voru fleiri hugmyndir. Við vorum með röð af hugmyndir sem við vildum gera en síðan var þetta stoppað. Já. Það var skipt útvarpsráð og nýtt útvarpsráð var ekki sátt við þessa framleiðslu. Já. Það var Þetta verið að verða stjórnarskipti 74 sem ríkisstjórnin sem satt til 78 sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem misti áhugann á þessum myndum. Já. Það þeir í raun og veru tók við í sjónvarpinu svo stefna að svona skemmta fólki frekar en að svona fá það til að hugsa. Og síðan hefur þetta eiginlega ekki komið aftur. Nei. En það líka grundvallaratriði þarna að við erum ekki á vegum nefna. Við erum ekki að verja einhver ákveðna hagsmuni. Þegar litið á heimildarmyndir margar að þá sérðu að það einhverjir hagsmunir á bakvið. Það einhverjir sem styrkja myndina og svo framvegis. En þannig erum við algjörlega í raun og veru frjálsir. Að því að koma þarna og segja frá því sem við sjáum. Sem gerir þetta svolítið sérstakt. Það sem kom mest á óvart var voru viðbrögðin, þau voru svo ofsafengin og
það var svona sigað á okkur sko helstu kanónum þjóðfélagsins til að svona kveða þennan ósóma alveg í jörðina og endanlega helst háskólarektor og fleiri svona mikil smetnir aðilar í þjóðfélaginu voru dregnir í sjónvarpssal til þess að svona brennimerkja okkur sem svona íkveikjumenn og og líka þegar við gerðum þessa mynd skunkinum þetta fólk sem var svona að pröfa það að búa sameiginlega, eiga sameiginlegt halda sameiginlegt heimili, litla kommunu fyrir austan fjall. Það voru álíka svona ofsafengin viðbrögð. Það þurfti nú aldrei að kveða það í kútin að þetta væri möguleiki að bara eitthvað fólk rottaði sig saman og fari að búa saman í húsi, óskilt fólk og elda sameiginlega og borða sameiginlega mat og svo framvegis sko. Þetta okkur Steina þótti þetta bara svona saklaust mála að kynna þennan lífsmáta sem svo sem, við vorum ekkert að finna upp hjólið í því sambandi, fólk hefur náttúrulega í gegnum aldirna búið saman að fólk af ólíku tagi, en þarna var sko árás á okkar gildi. Já, það var litið á þetta sem árás á svona borgarlegt líf og borgarleg sko gildi sem var alls ekki bara svo far át eins og krakkarnir segja sko. En það ekki rétt munað hjá mér í svona þessu svarthvíta minni mínu frá þessu tíma, var ekki umræðu þáttur Fiskrúti Steinu eftir þess að þeir voru svona teknir á teppið af mektarmönnum samfélagsins? Aldeilis. Hverjum mættuðu þar? Munið það? Það var Magnús Bjartfreðsson og Guðlaugur Þorvaldsson, háskólarektor. Já. Og þeir 820 til. Já, þeir voru með svona dagskrá í raun og veru að sko þó að við vildum tala að þetta væri svona einhver þverskurður af sjávarplássum og svona þessari vinnumenningu á Íslandi, að þá bendu þeir umræðunni að Grindavík, að við værum að ráðast á Grindavík og Tala Grindavík niður eins og verið sagt í dag. Já, og glemdum þarna öllu því góða sem gerðist í Grindavík í myndlistinni og tónlistinni og Þetta verið fölsk mynd af Grindavík. Já. Vegna þess að, já, líka það við fórum ekki inn að tala við fólk og spyrja hvernig það hefði það og svona. Já, sérstaklega þið töluðu náttúrulega ekki við bæjarstjóran og það náttúrulega á þessum tíma var það mjög alveg mála, það ekki við toppan í bæjarsamfélagunum. Þetta á þeim tíma sem að ríkissjóður byrja ennþá að þéra ráðherra. Já. Og það var eiginlega ekki talað við nema ráðherra og biskup og háskólarektor og það voru bara örfáir í samfélaginu sem höfðu rödd. Já, og yfirleitt fengu þeir að senda spurningarna sko á undan sér inn í sjónvarp ráðherrar og það er slíkir. En þið eruðu fyrir það sem heitir að verða fyrir aðkasti? Ég hef búin að gleyma þess bara. Jú, þetta má kalla það. Þegar fengið í ykkur nokkra staksteina og það allt saman. Ég heyrði mann sem var laminn í klassu í Keflavík vegna þess að einhver hélt að hann væri ég. Ég lenti aldrei inn einu. Nei. Umræðan var samt svona óvægin að það var verið að halda þið fram að þið værið algjörir vitleysingar. Já. Það var verið að reyna að ná af ykkur svona mannorðinu. Já. Það er aðferðin sem við notuð. Já. Og líka þetta hefur þú þórað að fara til Grindavíkur? Það var spurning sem það fekk sko. Já. Þú hefur þórað til Grindavíkur, eða ekki? Jú. Varst ekki með sýningu á myndinni einhvern tímann? Jú, en það er nú löngu síðar sko. Já. Það kom mér mjög óvart að þeir vildu sjá hana. Já, ég á marga og hef eignast marga góða vini sko úr Grindavík og þeir hafa nú bara yfirleitt haft alveg skopskyn til að melta þetta mál allt saman. Ég hef aldrei orðið var við neina kergju þannig sérstaklega í allavega. Og þar á meðal eru skipstjórar og útgerðarmenn í plásinu og þeir líta bara á þetta í dag sko, eða gegnum tíðina hafa þeir talað þannig að þetta hafi nú bara verið ágætis áminning. Og ég hef ekki orðið var við neina hef aldrei orðið var við neina svona persónulega óvild út af þessu máli.
Nei, og ég var að vísa til þess hvernig að myndin blandast inn í svona sögu Grindavíkur og hvernig fólk segir frá því að þá það ekki svona óvild í ykkar garðs yfir því, bara það var svo athyglisvert hvað myndin sterk að svona bara á kafla þá færi sögumæður sig og ávarpar eiginlega myndina að tala, þú veist, það sem ekki í henni, sagan sem að myndin misti af sem að þarna hafi alltaf verið mikið menningarlíf. Nú þarna mikið íþróttalíf að þið eru að tala að koma í bæinn þegar ég hef komið til Grindavíkur þá sér maður að þetta íþróttabær. Það mjög ábyrrandi. Íþróttamannvirki Það hafa alltaf verið bullandi tekjur þarna gegn tíðina. Miklu hærri heldur almennt á Íslandi eins og hefur komið fram í tengsluvitan. Og þar alveg hefur þessi bæri byggst mjög upp og myndarlega og ég meðallegin þarna hafi verið miklu hærri heldur í flestum öðrum sjávarplássum á Íslandi og þeir hafa alveg haft og höfðu á þessum tíma líka tök á því að gera vel við sig sameiginlega, en það var eins og það hefur verið þarna mikill svona einstaklingsmórall og þetta hefur verið eitt af sterkustu vígum sjálfstæðisflokksins og ég ætla hver einast sá bæri sem að miðflokkurinn vann mest á í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það mikill svona einstaklingshyggja þarna og allt, ég held ég hef aldrei ég hef allavega ekki kynnst fólki úr nokkurum öðrum stjórnmálaflokki úr Grindavík. Þetta allt sjálfstæðismenn sem ég hef kynnst og en eins og ég sagði þeir hafa aldrei nefnt þessa kvikmynd öðruvís en þetta hafi bara verið skemmtileg áminning. Aldrei orðið var við annað. Þorsteinn, nú getum við séð myndina 13. apríl á Pálmarssundag í Bíóparadís. Hvernig mynd þetta? Þetta góð mynd? Já, ég myndi segja að hún væri góð að því leyti. Hún með, hvað ég maður segja, skýra sögu og hún talar máli kvikmyndarinnar. Við erum ekki við upptöku af einhverju. Heldur þetta myndirnar segja sögu. Það svona voice over sögumæðurinn sem stillir okkur inn. Hann kemur með svona sínar upplifanir en myndin svona segir sögu myndrænt og ég held að það sé líka fróðlegt að sjá það líka fyrir þá sem að vinna í kvikmyndum að það hefur smátt og smátt orðið breyting á tjáningunni í kvikmyndum og þá á ég við bæði heimildarmyndir og leiknamyndir að þetta er erfitt að útskýra þetta en í raun og veru erum við að fara frá því að myndin tali yfir í það að myndin sé upptöku vel svona einhvert auga upp í horni á herbeggi sem sér hvað að gerast. Þannig að þetta sem við og ég lærði í kvikmyndaskóla að nota kvikmyndina eins og tjáningatæki eins og rithöfundurinn notar texta. Þannig ég var að sjá Grindavík gegnum myndauga þitt. Já, það er svolítið að hverfa og í staðinn kemur þetta bara við erum með auga sem horfir á eitthvað sem að gerast og einhverjir aðilar að gera eitthvað sem okkur þykir merkilegt eða ekki og aðilar að þetta er frægt fólk sem að gera eitthvað og verður þar að leiðandi merkilegt vegna þess að það að gera það. Þetta er svona breyting sem ég sé á þessu tímabili sem maður hefur fylgst með kvikmyndum. Svo eitt, ef maður sér myndin í dag býst ég við að maður sé að sjá heim sem er horfinn og það er til svo lítið af myndefni frá þessu tíma, auðvitað þessum að við lifum í dag það sem er til eiginlega mynd af sumir eiga mynd af öllum máltíðum sem við höfum að borða frá því að fengum sér farsípa. Það er til svo ógrynni af myndefni í dag en á þessu tíma það ekki mikið. Nei, og það var þannig að þegar við birtust með myndavél og upptökutæki þá vakti það athygli. Það tók allir eftir því eins og í Grindavík. Ég held að það hafi ekki farið til leynt. Við vorum þeir einu sem voru að taka myndir. Þannig að myndir á þessu tíma þá fá það líka fyrir utan að maður þetta meta sem verk en þá það líka eins og minjar. Já. Já. Þannig að
það gæti verið áhugavert að horfa á hana á þess að maður sé neitt að hugsa myndina, heldur bara að njóta þess að sjá eiginlega tíma sem er einhver leiti liðin. Já. Sem náttúrulega þessi tími svona verbúða og þessa hráslaga sem var í sjávarklossunum á sínum tíma. Það náttúrulega, maður mann til dæmis eftir myndum sem við tókum við höfnina. Höfnin var bara smá gat þarna í Brimgarði í samanburði við það sem nú og flökin af bátunum lágu þarna bara eins og hráviði allt í kring. Þeir sem ekki hafðu hitt á gatið að komast inn í höfnina í Brimi og við erum þarna með bát sem bara hverfur og Njöldudal rétt fyrir utan hafnarmynnið. Þetta náttúrulega tími sem horfinn. Já. Og svona áminning í myndin þetta harða líf, þessa lífsbaráttu sem þarna. Já. Já. Óli, hefur þú séð þessa mynd nýlega? Ekki nýlega, nei. Ég laka til að sjá hann og endur upplifa þetta. Ég hef ekki séð hann dálítið lengi. Þannig að hún svona fann að fyrnast fyrir mér í smærri atriðum. En þú veist, þetta er þetta Batsís tíma og svo tækni sem að aðalega náttúrulega hvíldi á steina að koma þessu inn í græjurnar og við hefðum náttúrulega, ég veit ekki, þetta hefði þessi mynd orðið allt öðruvísi ef að við hefðum haft að græjur sem í boði í dag en þetta var nú líka þetta er líka svona ákveðin partur af pródúktinu. Það er þessi einfaldleiki sem sem að græjurnar buðu upp á. Það sem býr til svona ákveðið svona bragarform. Já. Og og þetta er svona en okkar ætlan var einfaldlega svo að ég reyni að bæta heiminn með því að benda á að það væru hvað þetta staðar og það má gera betur. Það var svo augljós Á það ekki við allt þitt höfundaverk að þú ert að reyna að bæta heiminn með skrifum og leikritum? Já, ekki vil ég spilla heiminum með því sem ég geri en þarna var við vorum talsverðir hugsjónamenn allavega á þessum tíma og við vildum vel með þessum myndum sem við gerðum. Við vildum líka bara svona varpa ljósi á hliðar mannlífsins á Íslandi sem að okkur fannst vera annarkvort mistúlkaðar eða vantúlkaðar. Minna, eins og Steini var að nefna, það hafði engum dottið í huga að gera heimildamynd öskukall á Íslandi. Þangað til við gerðum það. Og í rauninni vorum stáluhefnir, við fundum þarna merkiskall og lýstum bæði honum og hans vinnu og verksviði og það út af fyrir sig líka stórmikli heimild. Það Ríkisútvarpið mætti taka og sýna þessar myndir, þessar 5. Já, okkar vegna. Það hefur ekki verið gert. Það hefur nú einhvern tíma verið endursýnt eða ekki Fiskur undir steini. Það finnst þess að við séð hana eða hvað? Jú, ég held það. Já, ég held ég að séð einhverja eina endursýningu. Svo voru það sýndar á Skjaldborg fyrir nokkrum árum, allar 5. Ríkisútvarpið ætti náttúrulega þetta ætti að vera stolt af þessari hlutasögunni. Svo líka því að það var umræður og eftir. Ég var Pétur Gunnarsson var í helgispjalli hjá mér daginn og þá rifjuðum við upp að þegar hann gaf út punktinn, þá var hann mættur bara í sett að ræða punktinn. Það var nú mjög jákvætt alls saman. Það fekk ekki svona skammir eins og þið. En þá man maður eftir því að Ríkisútvarpið átti þetta til að bara skella í umræðu þátt ef það var tilefni til og það var svona meiri einhvern veginn frjálsara að mörgu leyti þó að þið hafi verið teknir á teppið að þessi svona það var svona meiri mann fætti svo Ríkisútvarpið verið sömuleyti frjálsara heldur í dag. Það svo svona rosa kvaðir á En það mátti hins vegar á þessum tíma þá mátti helst ekki gagnrýna einn eða neitt eða eitt eða neitt. Og ég var nú umsjónarmaður menningar þáttar í Ríkisútvarpinu
á þessum tíma og Björn T. Björnsson var mér til aðstofar að fjalla myndlist og tók sig til á undir minni ritstjórn að hann gagnrýndi jóla almanak sem hafði verið búið til í sjónvarpinu. Sagði það væri langt fyrir neðan eðlilegan standard og þetta væri illa gert og vanhugsað og það var til þess að bæði Björn T. Björnsson og ég voru reknir frá sjónvarpinu. Og svo yfirðust þeir nú eitthvað gjörða sinna þarna frá og ringdu í mig og Steina og buðu okkur að gera þessa þætti. Þessa 5 þætti. Þetta er kannski sárabót. Ég veit það ekki beint, ég get ekkert fullyrt það en það er allavega að gera í þessari röð. Og og það var svolítið einstæmi eins og Steini lýsti á hann að við fengum frjálsar hendur eflaust hafa þeir síst af öllu búist við því að við færum þá leið sem við fórum sko. En þannig var þetta nú tilkomið. Það var ótti hjá yfirmönnum sjónvarpsins við þetta, sérstaklega þessa fyrstu mynd, Fiskundi Steini, að þeir sem dæmi að þá vildu dagskrárstjórarnir ekki taka að sér dagskrárstjórn eða semst að vera yfir þessu verkefni. Og Pétur Guðfinnsson sem var framkvæmdastjóri í sjónvarpsins, hann varð að stofna sérstaklega dagskrárdeild til þess að koma þessu á koppinn. Síðan þegar myndin var til og þegar þeir sáu myndina og þá þorðu þeir ekki annað en að sýna útgerðarmönnunum. Þeir komuð þarna stormandi inn í sjónvarp fyrir tilviljunina, þá mætti ég þeim í lyftunni og þeir vildu að myndin yrði bannuð. En niðurstaðan var svo að sýna hana með umræðuþætti beint á eftir. Til að leiðrétta. Segja áhorfendum hvað þeim ætti að finnast kannski astanlegt að mér finnst þetta skemmtilegt að þessi sýnd mynd og svo bara umræða eftir eins og hlutinni skipti bara miklu máli. Mér finnst að ég saknaði svolítið úr sjónvarpi. Ég man ekki eftir svo eiginlega síðan að Hrafn Gunnlaugsson hann átti þetta til þegar hann var dagskrárstjóri. Gat skellt á umræðu þáttum með furðulustu mál og fengi furðulusta fólk til þess að stýra þeim. En svo kom í ljós að þessi umræðu þáttur hann var aldrei hent eins og flestum þáttum. Þannig að hann er til og hann verður sýndur á eftir myndinni á sunnudaginn. Sem er kannski sem er þá ráðlegging útgerðarmannanna að eina leiðin til innbyrðis að mynd er að taka hennan umræðuþáttu eftir. Hafið þið séð umræðuþáttin? Já, ég sé. Og hvernig lístu ykkur á þessa menn sem ykkar ungu menn á teppinu? Ég held að við höfum litið betur út heldur en í dag. Ég er að finna þið til með þeim að fá þessa trakteringar? Nei, ekki get ég sagt það. Ég maður endurnýjast á 7 ára fresti sko, líffræðilega. Þú kannast ekki alveg fullkomlega við hennar mann kannski? Nei, hann er nú svona orðinn svolítið fjarlægur sko, en eins og ég sagði áðan sko, við vorum mjög vel meinandi og vildum vel og ég held að þetta hafi, þessi mynd hafi, þú veist, ef maður er bara horfir hlutlægt á þetta, hún hafi gert gagn. Ég er alveg sannfærður það. En það var mikill hiti hérna í Ríkisútvarpinu þegar þú varst að tala á það, þá líklega á svipuðum tíma þá var ekki Olga Guðrún að lesa upprýstun á barnaheimilinu? Jú. Og það kostaði nú aldeilis skammir fyrir hana? Menn voru mjög svona viðkvæmir á þessum tíma. Það voru svona klaka, það var verið að hrista af sig einhver klakabönd samfélag. Hvað mátti segja og hver mátti segja og voru tími. Herðu, en þið fáið svolítið sterkar stofnanir samfélagsins á móti ykkur þarna. Þegar þú horfir tilbaka, heldurðu að þetta hafi haft svona áhrif á svona þinn feril, mína möguleika í íslensku samfélagi? Við höfum svolítið verið að tala um það hérna við rauðaborðið að svona það er einhver öfl í samfélaginu sem að eru mjög grimm að halda aftur að gagnrýni á sig og það getur verið fólki bara dýrkeypt að nota rödd sína. Þegar þú horfir tilbaka, heldur þetta hafi haft áhrif á
svona þau tækifæri sem að þú hafðir sem kvikmyndagerðarmaður? Já, alveg örugglega, því að sjónvarpið var eini starfsvettvangurinn á þessu sviði fyrir utan sjónvarpsauglýsingar og sem dæmi að þá sótti ég held ég 7 sinnum starf þarna þar sem ég var með mestu menntun og reynslu fekk alltaf nei svo man ég eftir einu tilviki þegar ég kom þarna þá var auglýst verkefni sem að sjónvarpið ætlaði að standa fyrir félagslegar afleiðingar Vestmannaeyjagossins og það átti að auglýsa það meðal kvikmyndagerðarmanna. Ég sendi þarna inn hugmynd og kostnaðaráætlun og þegar ég mætti með þetta þá horfir starfsmaðurinn, ég ætla ekki að nefna hann vegna þess að þá segir hann veist ekki að þú ert á svartalistanum? Svona er Ísland. Ólafur, á ég að spyrja þig á sömu spurningu? Er þú náttúrulega svo Ég hafði náttúrulega kameljón hafði alltaf náttúrulega starfsvettvang sko, og þannig að ég fann ekki fyrir þessu eins og Steini náttúrulega sem að hans vettvangur er náttúrulega að gera myndir og það er meira umstokk í kringu sig, það er erfitt að vera kvikmyndaríkstjóri eins og vera hljómsveitarstjóri, þú ert alltaf að fá hljómsveit með þér. Það er erfitt að vera kvikmyndaríkstjóri einn. Já, þú gerir ekki einn. En svo náttúrulega eftir á þá er maður bara fegin að hafa ekki lokast inni í einhverju starfi þannig í sjónvarpinu. Já. Þannig að þú veist aldrei þó þú sért órétti beittur kannski að því að þér finnst hvernig það endar, það getur alltaf orðið til góðs. Áttu við þessi skömminni skárra að vera á svörstulista heldur en kannski að vera augnakarlinn í búri. Já. Herðu, takk fyrir að koma og mér hlakka til þess að sjá myndina og ekki síður umræðu þáttinn. Þetta er mikil menningaverðmæti sem við sjáum. Já, er það ekki bara, ef ekki bara sammælast það? Já, einsinn inn í sjávarbyggðir, einsinn inn í þennan tíðaranda og líka einsinn inn í svona menningu sem að þarna var. Hvernig er gaggrið tekið á gaggrinni, þetta er verkefnt. Og ég ætla að hvetja Ríkisútvarpið til þess að nýta þau verðmæti sem það eiga að sýna þessar myndir og kannski skella í umræðu þátt um þær og af hverju varð ekki framhald af þessu svona, hvað hefur við kallað þetta, svona raunsægis heimildarmynda skráningu á íslensku samfélagi sem að þeir voru að reyna að byrja og innleiddu til Íslands líklega bara af reynslu annarra þjóða að þetta er gott fyrir þjóðir að eiga svona myndir, eða ekki? Jú, ég er ekkert að bera okkur saman við til dæmis Michael Moore í Bandaríkjunum sko. En þú veist, þetta er af sama meiði sko, að spyrja krítiskra spurninga og hann kemur oft fram líka í þessu gerfi, hann kemur fram sem lambið sem að spyr úlfinn, akkur ætlar að gleypa mig? Það er klassísk spurning. Já. Herðu, Þorsteinn og Ólafur, kallaðu Steini og Óli. Með það skemmtilegt, minnir mig á eitthvað paranafn. En líka, ég hef tekið eftir því að þessi svona gælunöfn er eiginlega hverfa hjá yngri kynslóðum. Það eru færri Steinar og Ólar í dag. En takk hérlega fyrir komin á segur frá Fiskjuti Steini. En við setjum inn áfram við rauðaborðið, höldum áfram að reyna að skilja söguna og samtíman. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.